SI-forskeyti eru forskeyti í SI-kerfinu sem alþjóðlegt einingakerfi sem notað til dæmis af öllum vísindamönnum. Við notum flestar SI-einingarnar á Íslandi. Ég gerði sérmyndband SI-einingar. En forskeytin í raun hvernig við notum mismunandi stafi til þess að tákna stórar tölur. Ég ætla að vinna út frá metrum. Í raun getum við sett þessi forskeyti framan við hvaða SI-einingu sem og í raun getum við notað þessi forskeyti framan við hvaða einingu sem En ég ætla að vinna út frá metrum. Og ég ætla að byrja á að fara upp. 10, þetta 1 metri. 10 metrar dekametri. 100 metrar hektometri. 1000 metrar kílómetri. Þetta einingar sem að flestir kannast við. En þetta fer miklu lengra. Nema núna hættum við að hlaupa upp 1-0, heldur förum að hlaupa upp 3-0 alltaf í einu. Þannig að núna ætla ég að skrifa þetta í veldum. Þetta er 10 og svo 6-0 metrar, milljón metrar eru megametrar. Mega eitthvað sem við þekkjum úr tölvunum. 10 í 9. metra, milljarður metra, gigametri, aftur eitthvað sem við þekkjum úr tölvunum. Og 10 í 12. Svo terametri. Og nú ætla ég að hætta hérna og byrja hér aftur. 10 í 15. metrar eru petametrar. 10 í 18. metrar eru exametrar og 10 í 21. metrar, og nú erum við komin í eitthvað sem við notum mjög sjaldan. Þetta heitir setametrar og 10 í 24. síðasta sýningur eru jottametrar. En ég get líka farið niður. 1/10 úr metra, 0,1 metri, desimetri. 0,01 metri, 100.000 úr metra sentimetri, og 1.000 úr metra millimetri. Og nú fer ég aftur að hlaupa 3-0, þannig að 10 í -7, 1 milljónast úr metra mikrómetri. 10 í -9 metrar, það eru nanómetrar. Og þetta, nú ætla ég að halda áfram hérna megin. 10 í -12 metrar það sem við köllum píkómetra. 10 í -15 metrar það sem við köllum femtómetra. 10 í -18 metrar það sem við köllum attómetra. Og 10 í -21 metra köllum við septómetra. Og 10 í -24 metra köllum við joktómetra. En þið sjáuð að hérna í endanum erum við að nota sömu stafina, nema hér stóra, og þetta eru almennt stóri stafir nema hérna. En hér erum við alltaf með litla. En það aðalega þetta svæði hér sem við notum svona daglega.